Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 23. febrúar er annar sunnudagur í 9 vikna föstu og konudagurinn. Til hamingju með daginn, konur. Þema dagsins er hið lifandi orð. Í leksíunni sem ég mun tala út frá skrifar Jesaja: Leitið Drottins meðan hann er að finna, ákallið hann meðan hann er nálægur. Í pistlunum stendur: Sérhver ritning er innblásin af Guði og nytsöm til fræðslu, umvöndunar, leiðréttingar og menntunar í réttlæti. Og í Guðspjallinu segir Jesús dæmisöguna Sálmanninn. En við skulum byrja þessu stund eins og alltaf á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Heyrum hvaða boðskap leksían færir okkur, en hún er úr Jesaja 50. og 5. kafla. Leitið Drottins meðan hann er að finna, ákallið hann meðan hann er nálægur. Hinn guðlausi láti af breytni sinni og illmennið af vélráðum sínum og snúi sér til Drottins, svo að hann miskunni honum, til Guðs vors, því að hann fyrirgefur ríkulega. Mínar hugsanir eru ekki ykkar hugsanir og ykkar vegir eru ekki mínir vegir, segir Drottinn. Eins og himinin er hátt yfir jörðinni, eru mínir vegir hærri ykkar vegum og mínar hugsanir hærri ykkar hugsunum. Eins og regn og snjór fellur af himni og hverfur ekki þangað aftur fyrr en það hefur vökvað jörðina, gert hana frjósama og gróandi, gefið sáðkorn þeim sem sáir og brauð þeim er eta. Eins er farið með orð mitt sem kemur af munni mínum. Það hverfur ekki aftur til mín við svo búið, heldur kemur því til leiðar sem mér þóknast og framkvæmir það sem ég fel því. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Já, þema dagsins er hið lifandi orð, í merkingunni að boðskapurinn er lifandi og virkur í dag. Í leksíunni skrifar Jesaja: Leitið Drottins meðan hann er að finna, ákallið hann meðan hann er nálægur. Hver skyldi merkingin vera? Því að okkur er sagt að Guð sé alltaf nálægur, alltaf með okkur og að hann sé aðeins eina bæn í burtu. En stundum þarf að skoða boðskapin í heild til að skilja hvað eitt vers merkir. Og til að skilja merkingu þessa vers þurfum við að setja það í samhengi við orði Jesú þegar hann opinberaði hver hann er. Hann hafði farið í samkunduhúsið í Nasaret og hann las einmitt upp úr Jesaja, spádóminn komu sína og sagði síðan: Andi Drottins er yfir mér, af því að hann hefur smurt mig. Hann hefur sent mig til að flytja fátækum gleðilegan boðskap, boða bandingjum lausn og blindum sýn, láta þjáða lausa og kunngjöra náðar ár Drottins. Lykilorðið í þessum versum er þetta náðar ár. Guð setti tímamörk og næsta spurning er: hversu lengi mun þetta náðar ár standa yfir og hvað gerist þegar því lýkur? En við fáum einhver svör við þessari frásögn af því þegar að lærisveinarnir sýndu Jesú musterið í Jerúsalem og sögðu: hvílíkir steinar, hvílíkar byggingar. Þetta gefur okkur þá hugmyndum að steinarnir hafi verið óvenju stórir og byggingin þess vegna verið ímynd þess að geta staðið eilífð. En Jesús segir við þá: þeir dagar munu koma að allt sem hér blasir við verður lagt í rúst, ekki steinn yfir steini eftir. Þeir spurðu Jesú: Meistari, hvenær verður þetta? Og hvert mun tákn þess að þetta sé að koma fram? Og Jesús lýsir fyrir þeim átökum í heiminum, stríði milli trúarbragða,
baráttu milli góðs og ills og segir: himinn og jörð munu líða undir lok. En fyrst á að predika öllum þjóðum fagnaðar erindið. Það ljóst á meðan að boðskapurinn ríki Guðs boðaður í heiminum, þá getum við ákallað Guð og leitað hans. En það kemur að því einn daginn og án nokkurs fyrirvara að náðar árinu lýkur. Við sem lifum við válynd veður og lokanir vega á vetrum getum séð fyrir okkur að þá verður vegurinn til Guðs ófær. Það verður búið að setja slána fyrir. Vegurinn lokaður. En Guð vill gefa öllum tækifæri til að heyra, lesa og fræðast hann og boðskapinn ríki hans. Og á tímum Jesú lásu menn ritin sem eru nú rit Gamla testamentisins. Þessi rit voru lesin og útskýrð í samkunduhúsunum og í musterinu. Fólki sem sótti fræðsluna trúði að Guð hafi skapað heiminn og allt sem í honum Þess vegna skrifar Páll að mennirnir séu án afsökunar. Það sem vita verður Guð blasir við þeim. Guð hefur birta, ósýnilega veru hans eilífan mátt og guðdóms tign má skynja og sjá af verkum hans allt frá sköpun heimsins. Því eru mennirnir án afsökunar. Þeir þekktu Guð en hafa samt ekki tignað hann sem Guð, né þakka honum. Heldur fylltu þeir hugan af hégiljum og skynlaust hjarta þeirra hjúpaðist myrkri. Guð vill að við viðurkennum og tignum hann sem almáttugan Guð, svo að boðskapurinn lýsi upp hjörtu okkar og geri okkur að ljósi fyrir aðra. Rétt eins og Guð gerði spámanninn Jesaja að ljósi fyrir þjóðirnar, svo að hjálpræði Guðs næði allt til endimarka jarðar. Þarna fáum við einhverja hugmynd hvenær náðar árinu ljúki. Guð hefur gefið boðskapnum afmarkaðan tíma og sá tími rennur út þegar boðskapurinn nær til endimarka jarðar. Eins og Jesús sagði: himinn og jörð munu líða undir lok, en fyrst á að predika öllum þjóðum fagnaðarerindið. Jesús kom með góða fréttir en boðskapnum fylgir mikil alvara og hlutverk postulanna var að veita okkur alla þá fræðslu og leiðbeiningar sem þeim voru gefnar ásamt afleiðingunum að hafna Guði. Í Guðspjallinu sagan sálmanninn, en Jesús þurfti að útskýra merkingu sögunar svo lærisveinarnir skildu hana. Hann sagði: ykkur gefið að þekkja leyndardóma Guðs ríkis, hinir fá þá í dæmisögum, að sjáandi sjái þeir ekki og heyrandi skilji þeir ekki. Jesús tók 4 dæmi. Orð hans yrði fótum troðið, myndi lenda á klöpp, það í hörðu hjarta, meðal þyrna, kæft af vantrú, eða þá í góðri mold og bæri ávöxt. Sagan gefur til kynna að allir munu fá að heyra Guðs orð, en fáir munu taka það til sín og hlúa að því. Hinn leyndi dómur að hið illa nær yfirhöndinni hjá þeim sem hafna boðskapnum. Þegar ég tala hið illa, þá merkingin ekki sú að þeir sem hafni boðskapnum sé vont fólk. Nei, það getur verið hið elskulegasta fólk, hjálpsamt fólk sem vill allt fyrir alla gera. En eitthvað í lífi þessa fólks hefur leitt til þess að það hefur hafnað Guði. Þannig sigrar hið illa. Barátta þessa heims á milli tveggja afla, góðs og ills, og við erum eins og peðin á skákborðinu. Peð sem eru færð til eftir hentisemi
annara. Öfl heimsins hafa áhrif á líf okkar, en aðeins við sjálf ákveðum örlög sálarinnar. Í pistlunum stendur: halt þú stöðuglega við það sem þú hefur numið og fest trú á. Heilagar ritningar geta veitt þér speki til sáluhjálpar fyrir trúna á Krist Jesú. Sérhver ritning er innblásin af Guði og nytsöm til fræðslu, umvöndunar, leiðréttingar og menntunar í réttlæti. Til þess að sá sem trúir á Guð sé albúinn og hæfur til sérhvers góðs verks. Já, við eigum að leita Drottins meðan hann er að finna, ákalla hann meðan hann er nálægur, því enginn veit hvenær hliðið lokast. Lærisveinarnir spurðu, en Jesús sagði: þann dag eða stund veit enginn, hvorki englar á himnum né sonurinn enginn nema faðirinn einn. Og Jesús sagði að á dögum Nóa hafi menn líka hunsað boðskapinn sem Nói flutti. Þeir lifðu sínu lífi, átu og drukku til þess dags sem Nói gekk í örkina. Og taki eftir því að það var ekki Nói sem lokaði henni, það var Guð. Náðartíminn var liðið, flóðið kom og hreif þá alla burt. Og Jesús sagði: eins verður við komu mannssonarins. Þá verða tveir á akri, annar verður tekinn, hinn eftir skilinn. Tvær munu mala á kvörn, önnur verður tekinn, en hinn eftir skilinn. Vakið því, þér vitið eigi hvaða dag Drottinn ykkar kemur. Já, þemað í dag er hið lifandi orð. Og þó að þessi boðskapur hafi borist mannkyninu fyrir 2000 árum, þá er hann lifandi og eilíflega marktækur. Orð Guðs stendur stöðugt og boð hans sveiflast ekki til af geðþótta. Nú stendur yfir náðarár Drottins. Af náð erum við hólpin orðin fyrir trú. Nýtum okkur því fræðsluna sem er í boði. Lærum að þekkja Guð betur og tigna hann af öllu hjarta og vera þakklát fyrir gjafir hans. Þannig verðum við ljósið í myrkrinu fyrir aðra menn, því að Guð vill að boðskapurinn, hið lifandi orð, berist til endimarka jarðar. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í Jesú nafni. Amen.